Ef við viljum aftur á móti reikna líkur á að slembistærð sem fylgir normaldreifingu með meðaltal 2 og staðalfrávik 1, 2 að sú slembistærð taki gildi sem minna 0,8 að þá þurfum við að tilgreina það og við getum sett gildin bara svona beint hérna inn, annars getum við sett hérna mín jafnt og svo ST jafnt og til þess að það fara ekkert á milli mála. Sjáum hérna help, p-norm, að þá sjáum við stillingarnar x, mín, ST. Þannig að þetta mín og þetta hérna ST, staðalfrávikið. Þannig að líkurnar á því að slembistærð sem fylgir normaldreifingu með meðaltal 2 og staðalfrávik 1,2 að hún taki gildi sem minna 0,8 eru tæp 16%. Þannig að þetta svo staðlaga og hér getum við tilgreint hvaða gildi á mý og sigma sem Það var p-norm, q-norm aftur á móti. Hérna það maður svona, getur maður orðið pínlítið ringlaður. En p-norm sem sagt að við mötuðum p-norm með þessu litla x-i og fengum út líkurnar. Q-norm gerir raunin akkurat öfugt. Við mötum hana með líkunum og hún mun gefa okkur þetta litla x. Þannig að aðferðin hún skilar viðmiðunargildinu sem þannig að slembistærð sem fylgir normaldreifingu hefur líkurnar p sem við mötum hana með á að taka gildi sem minna en viðmiðunargildið. Og aftur við mötum sem sagt hana með svo mý og sigma, þannig að við erum með p fyrst, svo mý og svo sigma. Þannig að p-norm og q-norm þær rauninni gera bara akkurat svona öfugt. Til að finna viðmiðunargildið x sem gildir að líkurnar á að slembistærð sem fylgir staðlaga normaldreifingu taki gildi sem lægri en x 0,788. Skulum sjá aðeins af hverju ég veldi þetta gildi. Q-norm 0,788 fáum við 0,8 og ég ákveð að velja þetta gildi til þess að sýna ykkur. Sjáðu þið p-norm 0,8 það fáum við 0,788. Ég mata svo q-norm með þessu gildi þá fæ ég út viðmiðunargildið. Skulum skoða þetta aðeins, ég ætla hérna leyfa mér að fara yfir hérna á næstu glæru. Áður en við klárum þetta. Að þetta eru reyndar aðrar tölur hérna en bara til að sjá þennan muninn á p og q. Að hér væri ég með staðlaga normaldreifingu með meðaltali 0 og aftur hér stöðluga normaldreifing með meðaltali 0 og staðalfrávik 1. P-norm, ef ég mata p-norm með tölunni mínus 1,65 þá skilar hún mér, þá erum við stödd hérna í mínus 1,65 þá skilar hún mér líkunum á að slembistærðin taki gildi sem minna en mínus 1,65 og það stærðin á þessu flatamáli hér. Og það vill svo til þetta gildi sem við vinnum oft með að líkurnar á því eru 5%. Þannig að þetta hérna eru 5% að heildarflatamáli undir þessum ferli hér. Þannig að ég mata hana með staðsetningunni og ég fæ út stærðin á flatamálinu. Aftur á móti öfugt, q-norm, ég mata q-norm með stærðin á flatamálinu og q-norm mun gefa mér hvar ég stödd á þessum ás hér. Svo q-norm 0,005, út úr því fengjum við mínus 1,65. Bara þess að vera alveg viss, q-norm 0,05, mínus 1,64854. Þannig að hugsa aðeins þetta, þennan mun hérna á p og q. Mata hérna með viðmiðunargildinu, fæ út stærðin á flatamálinu, mata hér q-norm með stærðin á flatamálinu, fæ út viðmiðunargildið. En já, aftur, sem sagt, hér ég að mata q-norm með 0,788 og ég valdi 0,788 bara til að sýna ykkur munin á p-norm og q-norm að því við notum 0,8 þarna áðan. Ef við viljum svo finna viðmiðunargildi x sem gildir að líkurnar á slembistærð sem fylgir normaldreifingu með stikana 2, 1,28 gildi sem lægra en x 0,159. Hér eru við aftur komið með meðaltal og staðalfrávik, passa að mata það og aftur ég að velja þetta 159. Skoðum hérna q-norm að 0,159 og hvað ætlum við fáum út? Fyrirgeðu, já, 2 og 1,2
Hvað ætlum við að fáum út? Jú, við fáum út 0,8 og við sjáum hér þegar ég mata P-norm með 0,8 fæ ég út 0,159, ég mata Q-norm með 0,159 og ég fæ út 0,8. Já, heyrðu, þá ég ætla ekki að segja meira líkindadreifingar en bara leggja áherslu á, þarna var ég aðalega að tala bara tvíkostadreifinguna sem dæmi strjála og normaldreifinguna sem dæmi samfellda, en þessar P og Q eru sem sagt og R eru til fyrir allar þessar samfelldu dreifingar og eins með D og P og hinnar líka fyrir þær strjálu. En takk fyrir áhorfnina, bless bless.